Þá 1 og 2 og 3. Einn, tveir, þrír, einn, tveir, einn, tveir, einn. Einn, tveir, þrír, einn, tveir. Einn, tveir, tveir. Kæru nemendur og starfsfólk skólans, frábært að sjá hversu margir eru mættir hérna á opnun vinnuverndarviku. Þetta er fyrsti fyrirlestur vikunar, það verða fyrirlestrar all land alla þessa viku og við byrjum hér og við erum að senda þennan fyrirlestur út, þannig að vonandi er einhverjir að fylgjast með í öðrum skólum á landinu og öðrum húsum tækniskólans. En fyrstur til að stíga á stokk er Gestur Pétursson. Hann er framkvæmdastjóri Veitna sem er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur og hann hefur gríðarlega reynslu í öryggismálum, var áður forstjóri Elkem og öryggisstjóri þar áður er það ekki. Þannig að við eigum von á stuttu en snörpu og afskaplega góðu erindi. Og ég ætla ekki einu svona að biðja allum að setja niður síman vegna þess að ég sé að það allir búnir að því og ég vona þið bara öll njótið. Gjörðu svo vel, Gestur. Og þakka þér kærlega fyrir að koma. Já, takk fyrir. Já, þú þarft ekki þetta. Já, takk fyrir að koma. Mér er það sönn ánægja að fá að hitta ykkur og ræða mál sem er mér hjartansmál. Ég hef verið að vinna í öryggismálum raun og veru allan minn feril og þegar Hildur hafði samband og bað mig að hafa erindi hérna fyrir ykkur, þið sem eru að læra iðngreinar og eru raun og veru að koma hvað þau segja út úr skólanum bara eftir annarkvort 1 misseri eða nokkur misseri,
þá ekkert öðruvísi en annað en það að framtíðin býður ykkar. Nú, hvað varðar erindi sjálft, að þá aðeins hugsaði það hvaða vinkil ég ætti að taka og ég ræddi við nokkra unga einstaklinga sem eru tiltölulega nýútskrifaðir úr iðngreinum og spurði þau hvað þau hefðu viljað heyra og fékk svona ýmis svör og úr því móðaði þetta erindi. Nú, það sem ég ætlaði að byrja á að útskýra er það að það heiti erindinsins. Það ekkert þras, múður og mas. Og það kemur kannski úr mínum eigin bakgrunni. Einu sinni fyrir löngu í fjarlægu sólkerfi þá var ég að læra að verða húsasmiður. Ég 48 ára í dag og ég var 21 árs þegar þetta gerðist. Það þannig að við vorum að smíða að vetri til og setja sólstofur á svalir í 3 hæða fjölbýlishúsi í veðri sem var raun og veru aðeins verra heldur en við erum með í dag. Og þarna vorum við hópur einstaklinga sem vorum á aldrinum 18 til 22. Verkstjórinn var aðeins eldri, hann var rúmlega 30. Nú, það þannig að veðrið var orðið rosalega vont og þetta pípir aðeins að trufla mig hérna. Takk fyrir. Veðrið var orðið frekar vont og orðið það slæmt að það væri ekki hundi út sigandi. Og ég vek alveg sérstaklega athygli á og undirstrika á feitletra hundi út sigandi. Þannig að við, starfsmenninir, meðan verkstjórinn var í burtu, ákveðum að draga okkur tilbaka og fara inn í kaffistofu og bíða af okkur vesturhryðjunar. Þegar verkstjórinn kemur, við vorum einmitt að setja sólstofur upp á 3. hæð, þegar hann mætir þá var hann alveg brjálaður. Yfir því að við varum bara letingjar, iðjuleysingjar og algjöralið leysur. Og við vorum að reyna að útskýra fyrir honum með veikum mætti að þetta væri ekki forsvaranlegt að senda okkur þarna út vegna þess að það væri mjög auðvelt fyrir utan vindinn og fyrir utan hálkuna og frostið að þá vorum við í aðstæðum sem var alls ekki bara ásættanlegt. Og það sem hann sagði, ekkert þras, múður og mas, þið farið út, annars reki ykkur öll. Á þessum tíma að þá var minni áhersla lögð á vinnuverndarmál heldur en er gert í dag. Og ég spyr ykkur, hvað haldið þið að við höfum gert þegar við fengum þessa skipun frá verkstjóranum? Stóðum við föst á okkar eða fórum við út að vinna? Má ég sjá bara með handauppréttingum hversu margir, þetta fyrir 27 árum, myndu kjósa með því að við fórum öll út að vinna vegna þess að við fengum þessa skipun, má ég sjá. Og það yfirgnæfandi meirihluti. Takk fyrir það. Vitandi allt sem að ég veit í dag, þá hefðum við staðið fast á okkar. Og það kannski svolítið skilaboðin frá mér til ykkar hér í dag, er það að verið þið óhrædd að standa á ykkar málstað. Verið óhrædd að stíga á línuna og láta finna fyrir ykkur hvort sem það eru kennarar eða yfirmenn þegar kemur að því að það er verið að biðja ykkur að vinna í aðstæðum sem eru óöruggar. Vegna þess að það er yfirleitt bara tvennt sem er þá í gangi. Annaðhvort A, við höfum ekki fengið nógu mikla þjálfun til þess að vinna í aðstæðunum, vegna þess að það er hægt að vinna við krappar aðstæður og öruggan hátt, með réttum undirbúningi, með réttum búnaði, eða hitt að þið hafi bara einfaldlega rétt fyrir ykkur. Það er alveg ótrúlegt hvað innri tilfinning hefur oft rétt fyrir sér þegar kemur af öryggismál. Þannig ef þið eigi að muna eitthvað eitt eftir 2 vikur eða 2 mánuði eftir þennan fyrirlestur hérna, að þá vil ég bara biðja ykkur að muna það að þið hafið yfirleitt rétt fyrir ykkur ef að þið fáið á tilfinninguna að eitthvað sé ekki örugt og standið þá fast á ykkar. Vegna þess að það er ákveðin lúxus, það er lágt atvinnuleysi á Íslandi.
Það nóga vinnu að hafa og sérstaklega ef þeir eru píparar, eða það eru píparar allir í Hafnarfirði, eða eins og bara rafeindavirkjar, rafvirkjar, smiðir, en enn og aftur það nóg að gera hjá pípurum og rafvirkjum. Þannig að bara standið fast á ykkar, vegna þess að þið hafið alveg möguleika á því að velja ykkur atvinnurekanda. Atvinnuviðtal snýst ekki bara að atvinnurekandi sé að velja sér starfsmenn. Heldur það líka í hina áttina að starfsmaður á jafn mikið að vera að velja sér atvinnurekanda. Þannig að verið þið óhrædd þegar þið farið af stað að leita af ykkar framtíðar atvinnurekanda að spyrja spurninga varðandi þessi mál. Og ef þið fáið á tilfinninguna að viðkomandi stjórnanda sé sama, þá segið þið haldið áfram að leita. Þið hafið bara rétt á því. Við erum ekki í eigu atvinnurekanda. Þetta ekki í gamla daga eins og þegar víkingarnir komið til landsins með fullt af þrælum með sér. Og heldur ekki í gamla daga þegar fólk gat bara skipt. Reyndar eru fótboltamenn þannig í dag, það bara ákveðin félagaskiptagluggi. En það þannig að þið megið skipta vinnu hvenær sem þegar ykkur hentar. Þið eru ekki eign atvinnurekanda. Þannig að þetta eru svona ákveðin skilaboð sem felast í raun og veru þessum fyrirlestir hjá mér og svo líka það að þið eru alveg ótrúlega á góðum stað vegna þess að atvinnulífið þarfnast ykkar meira heldur en þið atvinnulífsins. Bara að segja það. Ég til dæmis mjög ánægður með það. Ég og kona mín eignuðumst 3 drengi. Yngsti drengurinn að læra bakaræðin í Kópavogi og miðað við það sem ég heyri frá honum, hvernig kennararnir eru raun og veru leiðtogar hans varðandi það í sambandi við öryggismál, að umgangast tæki og tól rétt, hann til dæmis núna í kjötin, að því að það raun og veru verið að kynna ofboðslega breytt svið í upphafi, að þá greinilega mikil áhersla lögð á þetta. Ég man eftir mínum smíðakennara með kaffibollan á flip-flopurinn berfættur. Hann var ekki góð fyrirmynd. Þannig að ef þið til dæmis eru með kennara sem eru ekki góð fyrirmynd, segið þeim það. Vegna þess að við erum mannleg. Það vilja allir bæta sig og þegar maður fær góða ábendingu, þið þurfu ekki að vera dónaleg, en bara verið bara með kurteislega ábendingu, að þá það yfirleitt þannig að við bætum okkur. Nú, hvað varðar það sem ég ætla að renna yfir, líka bara svona, þú veist að við eigum alveg að geta haft trú á framtíðinni út frá fortíðinni og þannig að það hlutur sem ég ætla að renna með og ég ætla líka að útskýra þessu önd Það þannig að ég ferðast mjög mikið landið og þessi önd fylgir mér og það þannig að það alveg ótrúlegt hvað áhrif hún hefur á fólk. Það að segja, einhver inni sem að til dæmis á vondar og slæmar minningar tengdum gulum plastundum? Gott. Þess að yfirleitt það þannig að þetta raun og veru opnar á eitthvað sem samtal og líka svona það sem heitir disruptor. Þannig að ef þið ætlið einhvern tímann til dæmis að lenda í erfiðum með yfirmanni þá prófa að vera með gula baðund í vasanum og rétta hana fram og sjá hvað gerist. Og hringið svo með að fer illa. Nú, hvað varðar áskoranir og lærdóm í öryggismálum, þá rosalega margt í Íslandssögunni sem áhugavert fyrir okkur að rifja upp. Það þannig að árið 1912 að þá var þáverandi landlæknir sem heitir Guðmundur Björnsson var með samantekt á því hversu margir Íslendingar látast í vinnuslysum og var búinn að taka það saman yfir svolítið tímabil frá 1880 til 1912 og þá kemur það í ljós að per 100.000 íbúa voru 114 Íslendingar að látast í vinnuslysum á hverju einasta ári. Og þetta 1912. Í dag erum við 350.000. Það þýðir það að ef ekkert hefði breyst, að þá væru tæplega 400 Íslendingar að deyja í vinnuslysum á hverju einasta ári. Við erum svona jafnaði í dag í kringum 10. Og þá ég að telja með atvinnubílstjóra sem eru þá oft vantaldir hjá vinnueftirlitinu, vegna þess að það flokkað sem bílslys.
en þetta er 10 manns á ári fyrir 350.000, það er að segja 3,3, þannig að árangurinn er alveg gríðalegur. Árangurinn er svo mikill sem við höfum náð á þessum árum að ímyndið ykkur það ef það væru fréttir 32 sinnum í mánuði til 35 sinnum fólk sem var að deyja í vinnuslysum. Það er fækkunin síðan 1912. Lærdómurinn er hins vegar ekki búinn að vera, hvað við segja, auðveldur og þessi vegferð er heldur ekki búinn að vera auðveld. En málið er það að málstaðurinn er mjög einfaldur. Við viljum að allir fari heilir heim. Ekki bara varðandi líf, heldur líka sál í dag. Og það er líka breyting sem hefur orðið á. Einu sinni var bara verið að horfa á banaslys, það var ekki einu sinni verið að telja örmkumlum. Núna erum við að horfa á banaslys og lífsgæðaheftandi atvik og líka þetta andlega. Þannig að það er orðin ofboðsleg framför. Pabbi minn til dæmis, hann var verkstjóri þegar var verið að byggja ísal. Og það byrjaði í kringum 1967-68. Og þá vorum við Íslendingar alveg með það á hreinu hvernig ætti að byggja og fara í framkvæmdir á öruggan hátt. Við þyrftum stígvél og lopahúfu og vettlinga. Það var þannig að pabbi minn, hann lýsti þannig fyrir mér að þetta var bara afskaplega einfalt allt saman. Það voru bara einhverjir vittlýsingar hérna, útlendingar sem voru að benda mönnum á einhverja svona öryggiskó og hjálma, einhverja plastskeljar á hausinn. Og síðan breyttist allt í kjölfarið og aftur, við vorum svolítið eftir á. Og við vorum alveg eftir á þangað til, myndi ég segja, í kringum 2010. Af hverju segi ég 2010? Það er vegna þess að þá voru 2 verkefni í gangi á sama tíma á Austurlandi. Annað verkefni var 12,5 milljón vinnustunda, unni niður á fjörðum, gríðarlega mikið rok, alls konar hættur til staðar sem þurfti að stýra, á meðan hitt var upp á hálendinu og tengdist líka línuvinnu. Og þar voru 14,5 milljón vinnustunda. Alveg sambærileg verkefni í stærð. Áhættustigið það sama þó svo að áhætturnar væru ekki nákvæmlega þær sömu. Annað verkefnið var í eigu okkar, Íslendinga, og hitt verkefnið var í eigu útlendinga. Í öðru verkefninu dóu 5 manns. Það voru 2300 fjarveruslys. Það veit enginn hversu margir hlutu örmkuml. Á meðan í hinu verkefninu, sem voru vitlausir útlendingar, og mikið talaði það í verktakabransanum að menn væru bara öfgasinnar í öryggismálum, það dó enginn. Það voru 15 fjarveruslys og það er vitað einn sem er með lífsgæðaskerðingu í formi þess að hann getur ekki hreyft hendina sína eðlilega. Og það voru útlendingar. Það þurfti útlendingar til þess að kenna okkur. Og það er eitt sem við þurfum að læra, það af fortíðin, og það er auðmýkt. Það er fullt af fólki þarna úti sem kann hlutina betur en við. Það er fullt af fólki þarna úti sem við getum lært af. Það er fullt af fólki þarna úti sem vill okkur vel. Og það er bara allt í lagi að hlusta á það. Í kjölfarið sáum við miklar breytingar á utanumhaldi í stóriðjuframkvæmdum og sérstaklega í eigu Íslendinga. Og það er unun að sjá raun og veru hvernig framkvæmdum er stýrt í dag af hálfu Landsvirkjunar og Landsnets og annarra stórra íslenskra aðila. En það þurfti þetta til, því miður. Og það er líka unun ef þið horfið á sjávarútveginn, og við erum búin að ná þeim einstaka árangri að vera fremst meðal þjóða í öryggi sjómanna. Þannig að ef það er einhver lærdómur af fortíðinni er það að við erum stöðugt að bæta okkur, við höfum þurft hjálp utanaðkomandi aðila til þess að sparka í rassinn á okkur, til að gera betur. Og svo annað er það að við getum alveg gert þetta sjálf þó svo við eigum ekki fyrirmyndir alveg eins og í sjávarútvegi. Þar hefur verið gerð gríðarleg breyting án þess að það séu útlendingar að sparka í rassinn á okkur. Og þetta eru hlutir sem við getum allt gert sjálf og málið er það hvort sem ykkur líkar betur að verð sem eru hérna inni, þá eru mörg hver ykkar sem eru að hafa mikil áhrif á það hvernig þetta þróast sem stjórnendur, sem starfsmenn, starfsfólk kjarafélaga eða eftirlitsaðila, að þið eigi algjörlega framtíðina fyrir ykkur í því. Og þá kemur að því, hverjar eru okkar eigin helstu áskoranir sem eru innra með okkur?
Og þetta hlutur sem ég verð mjög mikið var við. Það það að einstaklingar virðast hafa ákveðna vantrú það að litlir hlutir sem við gerum dagsdaglega geti haft einhver áhrif. Við erum til dæmis að sjá þetta í kosningaþátttöku og sérstaklega hjá yngra fólki eins og ykkur. Að þegar maður spyr af hverju kaustu ekki það, já ég er bara eitt atkvæði. En málið það þegar þau safnast saman, öll litlu skrefin, hvort sem það í kosningum eða einhverju öðru, að þá gerist bara galdur. Þið vitið þetta alveg, bara, þið hafið öll komið inn í partí sem er freka leim, er það ekki? Og bara það að umbreyta partí sem er freka leim yfir í alveg stórkostlegt partí er ekki yfirleitt verkefni eins einstaklings. Það er ekki þannig að bara Jón Jónsson mæti með gítar og allt verður ógeðslega gaman. Heldur það þannig að hugafar allra í partíinu breytist. Þannig að það eru litlu hlutinni sem telja og við þurfum að hafa trú á því að allt sem við gerum, hvort sem það er það sem að kennarinn er að kenna okkur, stjórnin er að leiðbeina okkur með eða samverkamenn eða hver sem er að koma með eitthvað input, að þá hefur þetta allt áhrif. Og sönnunin liggur í því sem ég var að segja ykkur hérna áðan. Ferðalagi frá því að vera með, ef allt hefði verið óbreytt með við 1912, að þá væru 400 manns að deyja í vinnuslysum, niður í 10. 10 þýðir það að við eigum ferðalag eftir saman. Við ætlum að gera þetta saman, við ætlum að klára þetta. Og það verður og þú veist aftur, það er einfalt markmið, en einfalt er ekki endilega sama og auðvelt að klára þetta með 10. Og það þarf að vera kollektíft með okkar allra. Og gera þessa litlu hluti. Leiðbeina hvort öðru, banka í öxlina hvort öðru, bara ég er með ábending. Og líka þakka fyrir ábendingum. Þannig að þetta verður bara hluta kúltúrnum. Og svo er hitt, og þetta snýr sérstaklega að stjórnendum, sem að þurfa þá að taka þetta til sín og þeir sem að verði hérna framtíðarstjórnendur og það er getan sem að við höfum öll, en svo er viljinn að því að það er margir sem hafa ekki nennuna til þess að vera mannleg. Hlusta á fólkið ykkar, horfa í augun á því, ég sé þig, ég heyri í þér. Með því að rækta þetta og rækta líka kurteisi í samskiptum. Og þá er ég til dæmis að tala um það að það siðferði sem maður er að sjá til dæmis birtast þegar fólk er að setja inn komment á Facebook eða kommentakerfum fjölmiðlana, að það er ekki það siðferði sem við viljum sjá í samskiptum okkar á milli á vinnustöðum. Og það er hægt að rækta þetta. Það er hægt að þjálfa sig upp í þessu. Og það er hægt að koma með ábendingar til vinnufélaga um það hvernig við ætlum að vinna. En þess að það er nefnilega þannig að þegar allt kemur til alls að þá er sjálfverknivæðing á fleygiferð. En ég þarf með smá skemmtilega frétti fyrir ykkur í inngreinum. Sjálfvirknivæðing er ekki að fara að snerta, er ekki að fara að fækka störfum í inngreinum á nokkurn hátt. Þvert á móti, þetta er að fara að fjölga þeim. Þeir sem eru í helstu hættunni, og ég hef bara gett sagt ykkur það að eigin reynslu eru viðskiptafræðingar og lögfræðingar. Þetta er hópurinn sem er verið að sjálfvirknivæða langmest. Og ég var forstjóri fyrirtækis þar sem þetta var á fleygiferð. Þörfin fyrir þennan hóp er alltaf að minnka á meðan til dæmis handverki, þeir sem kunna að vinna með höndunum og tala um líka að geta bara leyst úr málum á 0-1 á staðnum, að það er orðið ofboðslega verðmætt í dag, sérstaklega í þessu nýja heimi. Þannig að þetta með því að rækta mannlega þáttinn, að þá eru þau líka að taka mörg stór skref í það að vera með mikið forskot gagnvart sjálfvirknivæðingunni. Nú, hvað varðar svo bara stutta samantekt í lokin? Eins og ég sagði við ykkur áðan að þá erum við búin að ná ótrúlega miklum árangri sem samfélag. Og þetta eru ömmur ykkur og afar og langömmur og langafar og langömmur og frændur og frænkur og fullt af fólki. Fólk sem flutti til Íslands, fólk sem flutt frá Íslandi. Það er að segja, við höfum bara ótrúlega hæfileika sem manneskjur að ná árangri og bæta okkur endalaust. Sem þýðir það að við höfum hæfileikan til þess að taka þessa 10 sem eftir eru á hverju einasta ári, sem að látast í vinnuslysum, sameiginlega þannig að það verði enginn. Okkar helstu áskoranir sem kom hérna inn á áðan, varðandi þetta með eigin vantrú, að það sem ég geri, það er svo lítið, það hefur engin áhrif.
eða þá að viljinn til að rækta það mannlega, þetta er algjörlega yfirstíganlegt. Hættulegustu andstæðingarnar á ferðalaginu eru ekki neikvæðu einstaklingarnir. Þeir hafa nefnilega bara skoðanir. Það eru þeir sem eru sama. Það eru hættulegustu raun og veru einstaklingarnir sem að koma í veg fyrir það að við náum árangri. Þannig að yfirleitt eru það að þeir neikvæðu, þeir hafa skoðanir sem byggjast á reynslu, en málið er það að þegar þú hefur skoðun og ert með opið hugafar, að þá getur þú skipt skoðun þegar þú lærir eitthvað nýtt. Og ég get bara sagt ykkur mjög mörg dæmi af samstarfsmönnum í gegnum tíðina sem að hafa sagt við mig, ég ætla að lemja því í klessu og lætu mig gera teygjaæfingar. Sem að hafa verið síðan alhörðustu bandamenn varðandi það að innleiða almennilega öryggismenningu á vinnustað. Og árangur er ferðalag. Þetta er ekki PlayStation þar sem við fáum stigin strax. Þetta er ferðalag sem tekur tíma alveg eins og við erum að sjá hérna áðan. Og hvað ykkur varðar, ykkar atvinnumöguleika og ykkar möguleika til þess að hafa afgerandi áhrif á framtíðina, að þá er hún bara afskaplega björt. Bara takk kærlega fyrir. Takk. Halló. Takk fyrir góða áheyrn og takk fyrir frábært erindi, gestur. Er einhver með spurningu? Áður en gestur ríkur til fyrri, eða ekki fyrri starfa, til sinna starfa. Ef ekki, þá ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir góða áheyrn og ég vona að allir taki eitthvað með sér út úr þessum fyrirlestri og kannski stærsta og mesta að vera ekki sama og vera óhrædd við að nippa í bekkjarfélaga ykkar, kennara, samstarfsmann út á vinnustað, yfirmann, hvert sem er og benda á, heyrðu, þetta er pínu hættulegt, eigum við nokkuð að gera þetta svona. Takk fyrir, kærlega.